Jæja, hún orðin svona nokkrar mínútur yfir og þá komið mál að fara að hefja dagskrá. Þórunn heiti ég Ólafsdóttir og önnur skólastýran hérna í Varmárskóla. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin hérna til okkar á þennan annan fund kynningu á skýrslunni frá Eplu. Ég ætla að kynna Arnar Jónsson, forstöðumann þjónustu og samskiptadeildar Mosfellsbæjar. Ég ætla að fá hann til að stýra fundi hér í dag. Takk fyrir. Já, ég þakka fyrir traustið. Ég ætla að fara svona í gegnum nokkur atriði áður en við byrjum. Í fyrsta lagi þá ætlum við að fylgja hér almennum fundarsköpum sem við munum öll að snýst það að leyfa fólki þegar að tjá sig að klára og ef við erum með spurningar að tala ekki eitthvað annað. Annars sem við lærðum af fyrri fundinum var að hluti fyrirspurnanna sem komu skiluðu sér ekki í útsendinguna og þeir sem voru að kynna þurftu að endurtaka efnislega spurningarnar. Þannig að við viljum bjóða fólki upp á það að koma upp og spyrja beint. Bara ef það hentar fólki. Ef fólk vil spyrja þetta á sal, þá getur vel verið að spurningin komist ekki klakklaust í útsendinguna og upptökuna sem verður dreift. Og við erum komið hérna með nokkra gesti. Ég ætla að telja þá upp og kynna þá. Við erum með Silju Dögg og Benjamin Inga Böðvarsson sem báru hitann og þungan af þessari úttektarvinnu og hafa komið að fyrri úttektum fyrir umhverfissvið og Mosfellsbæ. Hér verður síðan fyrir hönd umhverfissviðs þau Jóhanna B. Hansen og Hallgrímur Skúli Hallgrímsson sem sinnir hér verkefnum sem tengjast umbótum hér á húsnæðinu í Varmárskóla. Fyrir hönd fræðslu- og frístundasvið verður Linda Úðungar til svara ef þarf. Af því að það líklegt að það komi hérna upp spurningar sem geta legið á ólíkum sviðum bæjarins. Og að lokum hér stödd fyrir hönd fræðslunefndar Kolbrún G. Þorsteinsdóttir eða það var eitthvað sem menn myndu sérstaklega vilja beina til hennar. Og bæjarstjóri. Og bæjarstjóri ef þarf. Að þessu mæltu þá er ég að bjóða frummælefnina frá Eplu, skýrsluhöfundara, velkomna hérna. Við gerum ráð fyrir því að Silja ætla að byrja. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, sæl. Kannski ég byrja að kynna mig bara. Ég heiti Silja Dögg Síðarsdóttir og er fagstjóri hjá Hús og heilsu sem er deild sem rannsakar rakaskemmdir í húsnæði hjá Eplu verkfræðistofu. Og mér til aðstoðar er Benjamin sem í rauninni hann er byggingatæknifræðingur og sér í rauninni verklegt í úttektunum. Og mér langar líka bara að segja ykkur öllum að ég er svolítið skrítin í stöðu. Ég er búin að skoða ásamt mínu teymi hvað ég var að segja, 7.000 byggingar á síðustu 13 árum. Og núna er ég allt í einu Mosfellingur og ég hef átt 2 börn í þessum skóla. Og stend hér í þessum skóla í dag og er bara að kynna fyrir ykkur skýrslu og reyna að útskýra vísindin okkar á mannamóli. Þannig að það er gott að fá góða spurningar líka. Það sem það er óljóst, ég vil endilega fá spurningar til að geta útskýrt það og svara. Og já, er eitthvað meira sem ég get kynnt okkur, hvað við erum búin að gera? Nei, held það ekki. Svona kannski upphafi langar mig að segja líka að þegar við fórum í þessa vinnu, þá vorum við búin að koma að skólanum aðeins áður og núna vorum við að fara í þessa heildarúttekt að skoða og þú mátt kannski, já, Benni ætlar að vera flettarinn minn í dag líka. Þú mátt flettarinn minn. Já. Þannig að þegar við förum í heildarúttektina, þá liggur ljóst fyrir að það er komin svona viðhaldsáætlun á Varmárskóla. Og við vitum í rauninni að það eru atriði sem þarfnast úrbóta. Og í okkar vinnu, eins og ég segi, við erum búin að skoða það mörg hús. Þá erum við oft búin að áætla svolítið í huganum að hann koma á staðinn, hvernig ástandi er út frá aldri, úr fyrri sögu og viðhaldi og öðru. Og eiginlega samantekið þá er bara sem formáli, þá er ástandið á skólanum alls ekki verra heldur en það sem við byggumst við og betra á margan hátt. Og við erum að tala um okkar reynslu, það sem við erum búin að sjá. Við höfum ekki önnur viðmið en það. En það er ekki þar með sagt að það sé ekki margstæðar lagar. Og það er það sem ég ætla að reyna að útskýra fyrir ykkur hérna á mannamáli.
Þannig í rauninni er markmiðið okkar með þessari úttekt að meta ástand og umfang rakaskemmda í húsnæði og meta þá líka innivist og loftgæði og í rauninni við lítum svolítið á það hjá okkur í Afli þegar við erum að skoða svona að þá erum við alltaf að greina orsakirnar til að geta fundið lausnirnar á því sem að. Af því að í rauninni það þannig að íslensk hús standa úti í okkar veðráttu og við getum alltaf búist við því að þau leki á einhverjum tímapunkti. Og við þann leka getum við reiknað með rakaskemmdum, þannig okkur finnst mikilvægt að finna orsökina til þess að geta lagað. Og líka þetta að við komum að þessu verkefni þannig að við erum svona leiðbeinandi aðili fyrir aðgerðir á rakaskemmdum, hvernig bregðumst við, hvað við gerum. Og við leggjum líka til úrlausnir við úrbætur, oft það þannig að við finnum einhverjar orsakir og við þarf að bæta eitthvað að laga og jafnvel er hægt að gera það betra eftir á. Þannig við erum líka ofta að auka rakaöryggið á eftir. Og það sem liggur svona eiginlega eftir þessa vinnu það sem við viljum kalla aðgerðaráætlun til úrbóta. Og allar þær rannsóknir sem við gerum, þær gefa okkur þau svör sem við þurfum til þess að geta lagt fram þessa aðgerðaráætlun og metið það hvað þarf að gera. Og henni má fletta. Og svona það hvernig við skoðum hérna. Og þetta í rauninni, við tölum oft púsluspil og þetta eru mörg púsl sem við þurfum til þess að geta dregið heildarályktun og komið með þessa aðgerðaráætlun. Og við byrjum á því að yfirleitt allt þetta við skoðum, það að skoða teikningarnar á húsunum. Og við skoðum uppbyggingu á veggjunum, þakinu og hvernig húsið liggur, hvaða áhættuþættir eru til staðar. Við skoðum hvaða loftlekar geta verið staðar, kannski einhverjir sem skilja það ekki, það er kannski hvaða loft getur borist frá öðru rými yfir í annað. Og við skoðum loftskipti og loftræsingu því að hún er rosalega mikilvæg að halda góðri innivist af góðu loftskipti. Og í okkar skoðun þá förum við líka yfir allt og það er eiginlega svona mikilvægasti hlutin í okkur. Það er að fara yfir með þessum, heyrist ekki alveg þó ég labba aðeins í burtu. Eða fer það ekki í upptökuna? Taktu með þér, hérna laus. Hann laus. Fer ég að anda í hljóðinu? Þetta er lagi svona. Þetta er þessi rakamæli, nú tala ég alltaf hátt. Þetta eru rakamæli sem við notum og við notum nokkra rakamæla því við viljum alltaf stilla okkur af. Við notum þessa rakamæla, eru ekki að gefa okkur raun rakaprósent í byggingarefni, heldur gefa okkur útslag hærra það sem er mögulega raki. Og það merkjum við inn á teikningar og ég sýni ykkur þær á eftir. Þá er það sem við merkjum inn á teikningarna, við merkjum rakaummerki og hvað er hækkaður raki. Og ykkur segja hér, þá finnum við í hverju einasta húsi einhvers staðar eitthvað svona þar sem að einhver gluggi eða eitthvað hefur lykil. Kannski ekki glænu í húsi sem var byggt í gær, en jafnvel í þeim líka. Þannig er það bara. Þannig við merkjum þetta til að finna út umfang og hvað það er að gera. Við tökum svo sýni og í þessu verkefni tókum við loftsýni og þá erum við að fanga þau gróf sem eru á sveimi á þeim tíma sem við tökum sýnið í spólu sem er send til Bandaríkjanna í greiningu og það er talið það sem finnst í þessu sýni. Síðan tökum við svokallaða DNA-sýni og þessi sýni eru tekin af, við köllum þetta svolítið eiginlega uppsafnað loftsýni. Við finnum einhvern stað sem að við höldum að sé ekki þrifin reglulega, við erum ekki að taka gólf eða ofan einhverju slíku, heldur reynum að finna kannski hérna eins og ofan á tjaldinu eða eitthvað slíkt og reynum að finna hvað hefur safnast í þetta ryk á einhverjum tíma. Og síðan er þetta sýni sent til Danmerkur í greiningu, í svona DNA-raðgreiningu, það sem er greindar í rauninni örverur sem finnast í sýninu. Þetta er mjög næmt sýni. Síðan í lokin, þá er það þannig að við tökum byggingarefnissýni. Þá er það þannig að skoðunarinn okkar sem hefur reynslu og þekking á þessum málum, hann í rauninni setur fram svona rannsóknarspurningu hvað sýnið á að svara. Hann spyr sjálfan sig, nú ætla ég að athuga hvort að það sé einhver örvervöxtur hérna undir þessum appelsínulega dúk eða ekki, hann grunar það og hann langar að vita svarið. Þannig að við tökum sýni bara á þeim stöðum sem við erum svolítið í vafa og viljum finna til dæmis hversu djúpt það er, hversu langt það er að ganga, eða til að feta okkur áfram til að finna hver orsökin er. Þannig nýtum við þessi hérna sýni. Og þau segja okkur hreint út hvað er að vaxa á hverjum stað.
Er einhverja spurningar, þetta er kannski bara allt í lagi að ef það er einhverja spurningar um þetta núna, allt í lagi að koma núna bara. Við halda það bara áfram. Ok. Þá bara fletta. Hérna sjáum við danska verkfræðistofan. Hún byggir á það sem við kalla þetta bara danskan panel. Þar sem þeir eru búin að taka húsnæði sem þeir telja verið í lagi, taka á sýni á nokkur hundruð slíkum húsum og búa þannig til þennan gagnagrunn sem liggur að baki í þessari greiningu. Þetta er bara grænt, gult og rautt. Og græn hús, það sem falla þar í ryki, að við finnum, kannski smá formúli, við finnum alltaf einhver gróð og svepphluta í öllum húsum. Það er vegna þess að mikla vex úti í sínu náttúrulega umhverfi á að vera þar. Og það er eðlileg hluti af lífríkinu okkar. Og hún fylgir okkur í okkar fötum og skóm og hári og út um allt. Það sem gerist er síðan að þegar hús eru byggð, til dæmis bara að þessi gólfdúkur er lagður, þá bara án efa lenda einhver gró hérna undir þessum dúk. En þau byrja ekki að vaxa fyrr en að það kemur vatn. Þannig að þegar við tökum sýnið þá finnum við alltaf eitthvað. Því það er að koma með okkur inn og bara öðru lofti og annað. Það sem að þessar niðurstöður eru að segja okkur, og ég veit að það lítur svolítið út bara eins og copy-paste. Það er eiginlega svolítið skrítið að fá svona. Hérna sjáum við yngri deildina, við tókum 3 sýni þar af því við erum að skima húsið svona í heild sinni. Og þar sjáum við að við erum að lenda hérna rétt fyrir ofan græna á gula. Og þeirra skilgreining er að þegar að sýnið lendir hér þá þurfum við að skoða betur rannsaka vegna þess að það er einhver hækkun á örverum sem mögulega tengjast rakaskemmdum. Eða jafnvel að það þurfi betur frið. Þannig skilgreinir þeir þetta. Og í rauninni lenda öll þessi sýni á þessum stað. Og eldbyrgt ef þið tekið á efri hæð og neðri hæð. Er einhver spurningar saman til þessi sýni? Eitthvað óljóst? Þá bara flettum við. Og þá er það þannig að þegar við erum að vinna, þá erum við með teikningarnar af húsunum og Benni fer í rauninni yfir með þessu rakamanna sem ég var að sýna ykkur á. Og hann mælir meðfram öllum útvegjum. Hann mælir votrými, kringum lagnir og alls staðar þar sem í rauninni er hætta á því að sé raki, undir gluggum og annars staðar. Og hann merkir inn athugasemdir þar sem að mælirinn er að gefa einhverjar athugasemdir. Eitthvað útslag. Og þá er nú þannig að grænt vitað er hækkað raki í gólfi, blátt vitað er svæðið ekki skoðað, það er ekkert hér, og rautt vitað er hækkað raki í veggjum eða sýnileg rakaummerki. Við viljum líka merkja það því að við viljum líka finna eldri rakaskemmdir. Fjólublátt er rakaummerki í lofti. Og þá erum við hérna með skólann. Ég held að flestir inni þekki skólann eitthvað aðeins eða ekki. Svona eitthvað. En í skýrslunni þá heitir þetta hérna þessi álma Suðvesturálma. Þetta köllum við niðrými og norðausturálma, Benni, er þetta ekki rétt fyrir mér? Jú. Já. Þetta er það norðausturálman hérna. Og þetta er kjallarinn, þess vegna er þetta svona. Hann er ekki hérna undir. Þetta er þessi kjallarinn. Og í þessu tilfelli, ef við erum að skoða kjallarann, þá merkir Benni hérna við að hérna sjáum við að er salerniskjarni. Og þá er í rauninni aðgerðaáætlun okkar, næsta skref er að fá myndun á lögnum. Hér er eitthvað útslag í mælinum og hér viljum við vita hver er ásökin fyrir því, til að við fara að það. Þegar við gleymum þessu hérna. Svo merkjum við líka að við tökum byggingarefni sýni, ef að Benni vill vera viss um eitthvað og kann eitthvað, þá er það þannig að ef það er grænt, þá er engin ummerki. Ef það er gult, þá eru gró eða einhver örlítil ummerki eða eitthvað sem gefur vísbendingar og rautt þá er erfur vextur í byggingarefni sýnum sjálfur. Og hérna sjáum við rými í kjallara. Þetta er undir salerniskjarna sem er á fyrstu hæð og hér hefur eitthvað orðið lagnatjón eða annað sem þarf að skoða betur. Og hér þetta er svæðið þar sem að bækur voru geymdar og hér var umferð til dæmis bara strax hægt þegar við sáum þetta. Og þetta er rými hér. Og hér sjáum við eru raka ummerki á vegg og hérna er eitthvað hærra útslag líka í gólfi, þetta græna.
er eitthvað, já, svo er annað sem ég langar einmitt að nefna líka. Það sem við erum að sjá er að húsin okkar þau í rauninni þola minnst þá hlið að þetta lekur mest það sem er ávegsmegin. Og í skólanum þá er þetta hliðin sem er mest krítísk í sambandi við það. Þannig að það í rauninni kemur okkur ekki óvart að þessi hlið sem stendur upp í vindinn og rigninguna, sem fer upp og niður á alla kanta, að hér eru gluggar að gefa sig, þéttingar eða eitthvað slíkt sem þarf að laga. Og einmitt þetta kemur okkur ekki óvart, þetta sjáum við rosalega oft. Hurðir sem opnast út að inn, sem sagt, það er komið raki þar fyrir innan. Mjög algengt. Og mér langar bara að bjóða ykkur, og svo fletti ég bara á fyrstu hæð. Er eitthvað sem ég vil spyrja hér? Ok, þá bara held ég á. Kannski örlítið þarna sýni 9. Sýni 9, já. Þá er lokað þessu svæði. Þetta er eina svæði sem er lokað. Var þá hærra gildi þarna örveru eða bara... Það var meira umfang. Hér var eiginlega mesta umfangi sem við fundum af raka. Og það í þessu svæði. Við sjáum það þegar við ferum yfir tekníkarnar. Og það var hérna í loftinu eins og segið, það var hérna lagnirnar einnig flór. Þess vegna einmitt leggjum við til að lagnirnar séu skoðar og kannski kemur ekki óvart að það sé komið tíma að skoða það eitthvað betur. Eitthvað fleira hér? Og fara á fyrstu hæðina. Ok, hérna sjáum við fyrstu hæðina. Og sjáum við hvað þetta er áberandi með þessa hlið hérna samt. Það er reyndar hérna líka. Og þetta er líka eitthvað sem er algengt að sjá. Að samskipti af húsum eru oft mjög veik. Og leka gjarnan og erfitt að finna ástæðan fyrir því og stoppa. Þannig að hér eru nokkur svæði. Og hér er Benni mitt að taka byggingarefni síni. Númer 7 úr dúk. Ekki rétt, Benni? Ég held að það eru parkett reyndar hana. Parkett, ok. Sko. Þannig að hér í parkettinu er rakin orðið það mikill muni hvað ég sagði ykkur þegar parkettið er lagt og lenda gróð þarna undir og svo þarf að koma smá vatn, gluggi er óþéttur eða eitthvað og þá fer eitthvað af stað. Og það er það sem hann er að spyrja sig hér þannig að taka sín. Ok. Þá höldum við áfram nema síðan fleiri, eru spurningar á fyrsta hæð? Nei? Þá er þetta er þá efsta hæðin og þar erum við að því að hérna, við vildum í okkar skoðunum, við viljum það yfirleitt þegar við erum með létta byggingarhluta þá viljum fá að opna inn í þá til að sjá ástandið bæði uppbygginguna, hvort það sé eitthvað sem þurfa að lagfæra eða bara ástandið yfir höfuð. Og Benni opnar hérna til dæmis upp í þakið og þar sjáum við að sýnin hér, þetta er 60 ára gamalt þak, þetta er suðvesturálman og hérna í rauninni þá kemur þetta okkur ekki óvart en það er örvunvöxtur í þeim sýnum sem við tökum á þessum stað. Og það kemur líka ljós að þetta er bara barnsins tíma þetta þak, það er ekki byggt upp eins og við myndum byggja það í dag. Og þess vegna í aðgerðaáætlun okkar og eins og verður lagt upp með, hér var komin af stað viðhaldsáætlun og búið að bjóða út verk í viðgerðarþaki að við göngum lengra og bætum þaki þannig að það sinni uppfylli nútíma kröfur. Bæði með rakaöryggi og annað. Það til dæmis er engin rakaöryggi í hluta af þakinu. Og það var bara algengt á þessum tíma. En í dag er það ekki eitthvað sem við teljum í lagi. Hér, í þessari álmu, er steypt plata á milli. Það er allt öðruvísi þök í rauninni á þessum hlutum. Þannig að maður þarf að skoða þetta svolítið öðruvísi. Hér liggur steypt plata yfir og hérna sjáum við einhver ummerki í loftaplötum, í þá steyptu plötunni. Og í rauninni var búið að áfangaskipta viðgerðum á þakinu þannig að hér er nummer 1, hér er 2 og hér er 3. Og það í rauninni er alveg rökrétt með hvað við vorum að finna. Af því að þegar við erum með steypta plötu á milli, þá getum við einblínt á það að loftþétta þessa plötu frá, og það verður gert í sumar, algjörlega frá þangað til við komumst í þakveikirnar. Hér eru aftur sýni hérna við glugga
Hérna er opnun svo upp í það sem við viljum kalla kringluna. Hér hafa komið fram lekar og þakið hér er líka, við þurfum að skoða uppbygginguna á því og athuga hvað við getum gert betur í framtíðinni til að fá betra þak og því hér er líka eins og loftunin sé ábótavant. Þetta er bara uppbyggingin á þessu þaki er slík. Við þurfum að skoða það betur. Eru einhverjar spurningar? Má kannski taka fram að ég opna bara þakið þar sem eru leka vandamál. Já. Sem eru leka ummerki eða raka ummerki innanhús. Hann opnar á verstastað, við gerum það alltaf. Silja, Já, þú sagðir að áðan við göngum lengra. já, Við hver? í framkvæmdum. Já, eða hver eru við? Ég segi við af því alltaf þegar ég er að vinna með ykkur, þá tala ég við og okkur, Já. alltaf. Ég ger bara ráð fyrir því að það hefur gengið alla leið í þessari viðgerð. Já, Að sjálfsögðu. það er það sem við leggjum til. Alla verið farið á stað með þessa viðgerð sem var ráðgerð nema að fara alla leið. Nei, það er akkurat það sem við lögum til, að þetta kemur í ljós bara í síðustu eða þar síðustu viku, það liggur þetta fyrir og í framhaldi er aðgerðaáætlunin breytt. Þess vegna segi ég við. Og þá var sem sagt meiningin að fara ekki svona langt. Í rauninni var ekki þekkingin þegar að það var farið í útboð, þá var ekki vitað nákvæmlegt ástand, eins og við vitum í dag. Af því að við opnum að innan. Og það er það sem við þekkjum í Eflu. Við oft áttum úr ekki ástandinu fyrir við opnum. Nei, það bara leiðir að líkum 50 ára gamalt þak. Það auðvitað hefur alltaf skoðað það alla leið strax. Nei, en takk fyrir því. Einspurning Já, sem er að því að segja þess að þetta hafi verið mun verra þess að þurfa að ganga lengra. Af hverju í tilkynningum þetta stendur að ástandshúsnæðisins hafi verið sambandið til að betra en búast mátti við? Hvað er við? já, sko, Má ég aðeins hérna, Stefán, þú þekkir það að það gerði líka önnur úttekt á skólanum á Verkís tók út tækið og þetta voru semst útboðsgögnin voru unnin samkvæmt tillögum þeirra þetta þekkir þú og síðan til viðbótar gerð þessi úttekt Eflu, hún leiðir þetta í ljós og hún kallar þá fram ákvarðanir það að það þarf að gera meira í þakinu heldur en úttekt Verkís gerði ráð fyrir. Sem ekki takast á þetta hérna. Ég takast á, ég bara umskýr það Já, ég bara spyr líka. Þá svörum við. Við hverjir? Já, má ég aðeins, sem fundarstjóri, þá vil ég fá að stinga mér hérna aðeins inn. Ég sagði áðan að við viljum forðast það að vera að tala mikið meðan aðrir eru að tjá sig. Litlar, stuttar fyrirspurnir og meðan að kynningunni stendur eru sjálfsagðar. Svo getum við tekið umræðuna síðar. Þannig ég ætla að biðja fundarmenn að virða það. Kannski ein spurning þá? já, Mjög stutt. já, Sem er ekki... en þetta er mín. Þá var ekki að heyra spurningunum frá Já, svo spurning. Ég er bara að loka fyrir spurningar. Já, ég bara, þú veist, það var bara talað ofan í manni hérna aftast og það náði ekki hljóð að spyrja. Ok, ég skal bara svara. Það sem að út frá minni fagþekkingu er þannig að oft með 60 ára gömul þök þá gengur það sem var áætlað að gera. Stundum þegar við skoðum lengra og dýpra þá kemur í ljós annað. En þið voru semst að segja rétt áðan að þetta sé mun verra þess að þau ganga með lengra heldur en að þau hefðu lagt upp með Uppbyggingin var verri, já. Svo í fyrirsögnum niðurstöðuna þá er sérstaklega tekið fram að ástandshúsnæðis hafi verið samræmt eða betra heldur en búast mátti við. Þannig ég er svona aðeins... Já, þetta eru margar byggingar, þannig að eins og kemur örugglega, það kemur alltaf fram í skýrslunni að elsti hlutinn er hér og hann er vestur. Það er eiginlega það sem að ég held að gæti svara því og svo eru aðrir hlutar sem að koma miklu betur út. En miðað við aldur þá er þetta ekki verra heldur en við erum vön að sjá. Kannski aðeins að fá að svara þessu. Við erum alltaf að spá í umfangi rakaskemmda í heildarfermetrum og það er að koma vel út hérna. Við erum alltaf að sjá þetta miklu verra og ég er með dæmi, opinbert dæmi sem er unni Kársnesskóli sem er búið að rífa. Þar voru þessi DNA-sýni sem að Silja fór yfir áðan að koma öll út inn á rauða grófinu og hækkun á grófum sem að
geta vaxið í lungun á fólki. Og ég opnaði þar upp í þak og þar var einangrun í rauninni einhver steinull fulla ryki og raka, eins konar kökudeig. Þarna var einangrunin svona dauð pólýsterinn einangrun. Uppbyggingin vissulega gölluð en alls ekki eins slæm og víða annars staðar. Við samanförðum þetta Hvassnesskóli sem var rifið. Var það það sem þið áttu að Við getum bara ekki, af því það er opinbert, við getum ekki alveg talað okkar, já, því miður. En já, það er svona mjög slæmt dæmi að sjálfsögðu, en bara til að þið hafið einhvern mun hvað við erum að sjá. Og þá held ég, ef það er ekki fleiri stuttarspurning. Var ekki opnað upp í þak þá, þar sem þakplatan var steypt með hinn í norðan? Jú, hann fór hérna upp í þakið. Það er lúan ekki ofan frá. Jú, já, hann fór hérna upp í þakið og skoðaði það. Og það er lagðað til aðgerðir og það verður farið í það í sumar. Ok, þá held ég að stuttar spurningar sem við lokið hér, þá heldum við áfram í eldri deildina. Og þar erum við að sjá að þessar merkingar hér, erum við ekki að neðri hæðinni? Jú, þetta er fyrsta hæðin. Að merkingarnar hér eru að það eru ummerki í gluggunum. Það þarf að skoða gluggana hérna betur. Hér erum við að sjá, það varð tjón hérna í fyrra sumar og þessi punktar hjá Bennamerkjurunni, það er ennþá þarna út og við ætlum að fylgjast með því í sumar. Það sé ekki á réttri leið. Og í eldhúsinu kemur ljós einmitt að þar er rakjandi dúk og í rauninni samkvæmt okkar fræðum sem við Benni fylgjum, þá er gólfefni hérna óheppilegt fyrir eldhús. Þannig að hér verður skipt gólfefni og sett vatnshelt gólfefni í framhaldi. Hérna er aftur eins og sjáð, hurðarnar. Hér þarf að skipta dúk. Og rauninni þar sem þið sjáðu grænu svæðin, leggjum við til, þó að við tökum ekki sýni, af því að rakaskemmd svo miklu meira heldur en einhver mygla eða hvað hún heitir eða annað, þá leggjum við alltaf til að hér er þetta byggingarefni fjarlægt, alveg, það er steinslípað og ef þess þarf er ílögnin tekin. Þó að sé ekki sýni hérna, þá er farið í aðgerðir hér. Það er svo það sé alveg á hreinu líka. Hérna var DNA-sýni tekið. En ég gleymi einhverju. Hérna er hurðin. Hérna er ummerki. Hérna er líka svæði í stofu 216. Það sem er að þarna út og við fylgjumst með því í sumar líka. Og við erum fylgjast með þessari stofu. Það er ekkert meira. Og af því að við vorum að tala um dæmi sem við getum nefnt af því það er opinbert, þá get ég alveg tekið svona almennt dæmi að við erum ekkert óvön því að við séum að skoða svona húsnæði á fyrstu hæð og það sé raki í gólfi bara hérna. Þessi hlið, ákveðin hlið. Við erum ekki óvön því. Og það er það sem við erum að bera við. Bera saman við, alls ekki. Einhverjar spurningar hérna? Já. Sigríður heiti ég. Það er hérna þar sem að leikinn var í fyrra. Það er ár síðan það var gert þetta. Já. Það var brot upp alveg heljarna mikil aðgerð þarna niðri. Og það miklu hérna. Hér? Já, var Já. skemmtum. Já. Mér er svolítið sérkennilegt sko að hérna það er ennþá að mælast raki í gólfinu. Það var mjög mikla framkvæmdir og ég skil ekki alveg af hverju þessu lokað án þess að þetta sjóðar með þurr. Og rakaskemmdirnar ná langt yfir í næstu rými. Og svo þar fyrir utan það sem er tekið sýni, rauða sýni þarna í horninu. Já. Það er maður að leggja dúk einhvern veginn þarna haustið og hann sér til kvæmt og hann segir, já þetta er aldrei að brotna, ég aldrei að klára að leggja hann dúk þarna. Ég segi, maður regla að í dúk eða rætti. Nú, segir hann, svo bara fyrir hann lengur og leggur dúk í og það kemur í ljós þarna að það var endur taka þessar aðgerðir aftur og aftur og maður er að spá í, sko, hvers konar vinnulega verkefni.
Það er einmitt það sem ég sagði, markmið okkar væri og við viljum í rauninni fræða þá núna sem eru að vinna í þessu, breyta verklagi, svona eins og þekkingin er í dag. Það er ekkert því miður, verð ég að segja, það er ekki óvanalegt að fagaðilar í dag séu að taka upp dunga á rakasvæðum og líma það strax aftur. Það er ekki heppilegt. Stundum er það nauðsynlegt út af notkun rýmisins, en þá er líka mikilvægt að fylgjast með því og þá þarf líka einhverjur tilbúin kannski að taka þau upp aftur. En það sem eru góðar fréttir með það að til dæmis með ílögn, ef þeir sem á að lesa skýrsluna og eflaust að velta fyrir rakastundu pH-gildi hátt, það er að því að líffræðingur okkar hann Svavar, hann tók eftir því að þegar hann var að taka sýni og múr og steypu og það var rennandi blautt og það var engin ummerki um vöxt eða neitt. Þannig að hann fór að leggjast yfir þetta og lesa vísindagreinar og sér einmitt þá að umhverfi þessara örvera, ef það er mjög súrt eða basískt, þá bara vaxa þær ekkert upp. Þannig að þegar við erum með, það er mjög hátt pH-gildi í nýrri ílögn og nýrri steypu. Þannig að það byrjar sem betur fer ekkert að vaxa í því. Þess vegna er ofta ef við erum að skoða ný hús til dæmis, sem hafa lekið mjög illa, það er ekki endilega komnar örverur á stað, af því umhverfið er svo óhagstætt. Þannig að það er svona miklu vörn í rauninni. Og þess vegna er það sem að við fylgjumst með þessum svæðum. Við ætlum að fylgjast með þeim í sumar og kíkja hérna betur á. Og einmitt eins og ég segi, það er yfirleitt heppilegra að bíða og við vitum það öll núna. Og við leggjum það líka til. Og þess vegna viljum við fara, ég segi alltaf við, ég tala alltaf við þegar ég er að vinna með ykkur, bara svo ég veit það líka. Við leggjum til einmitt að við byrjum strax á inniframkvæmdum, fjarlægja alla dúka eftir kúnstanna reglum, eins og á að gera það, og svo höfum við tíma til að þurrka í sumar. Svaraði þetta? Já, þetta er mjög fínt svar. Ok, takk. Ok, þá erum við komin á efri hæðina. Erum við ekki hér? Nei. Jú, við erum yngst á hérna. Ég segi að DNA sem ég tekið hérna bara í hliðina okkur. Og hérna, hér er afturburðar. Og hér leggjum við einmitt til í rauninni af því að hér segjum við þessi hurð mun á einhverjum tímapunkti leka aftur. Það er betra að setja bara, þið bara getið tekið með ykkur heim. Ef þið erum með svona svæði, það er alltaf betra að flísalegja svona svæði. Þá erum við ekki að fá einhverju örverur og vesen. Það er miklu þægilegra. Þannig að við leggjum til fyrir framan hurður og það sé breytt gólfefni. Og hér er aftur þessi veðurhlið hérna. Og ég vil taka það fram að þegar Benni var að skoða hér, þá hafði hann fullan aðgang á öllu, nema að lyklarnir sem var með gekk ekki hér og hann vildi ekki vera ónáðan einn af því að hann hugsaði í aðgerðaáætlun minni hvort þið er, leggja til, eftir að hann var búinn að sjá þetta, og hér verður allur dúkur skoðaður og fjarlægður sem er rakur og vandamál. Bara svo það sé að líka alveg á hreinu. Einhverjar spurningar með efri hæðina? Kannski bara ein spurning varðandi klæðninguna á húsinu almennt. Er þetta svona klæðning sem er sett eftir á? Svipar aðeins til kirkjudans eða mótahólfusins eða eitthvað svoleiðis. Er það eitthvað sem var skoðað eða íhugað? Þurfum að kanna eitthvað nánar? Sko, þegar þessi hlið verður skoðuð, það er alltaf þægilega að skoða þegar það er lagað og opnað. Við sem ekki að opna og rannsaka loka aftur. En bara svo það sem sagt, og Benni, þú leiðréttir mig, ég er ekki að segja rétt. Klæðningin á kirkjusandi sem slík var ekki vandamálið. Bara, þú veist, ég held ég get alveg sagt það þó að ég get ekki fjallað En hér leggjum við til einmitt að þegar við skoðum þéttingarnar hér, þá skoðum við hér ástandi á klæðningunni og þá sérstaklega í kringum gluggana. Og þetta er eiginlega alíslenskt vandamál. Það er frágangur í kringum glugga. Og það er núna nemi frá HR hjá okkur í Eflu í starfsnámi og hann er að greina nokkur 100 heimila skýrslur frá okkur. Og þar erum við að sjá tölfræði að helstu ástæður leka er frágangur á gluggum og votrými, reyndar sturtur. Þannig að því við erum að reyna að greina hvar liggur okkar vandamál. Það er alltaf ég segja okkur nú, ég tala þjóðina. En þessar rauðu línur ekki að tákna útveggina líka, en þetta er ekki bara gluggarnir? Jú.
Þannig að hér þarf að skoða, já. Algjörlega. Allar þéttingar og allt slíkt sem er, og við viljum meina að eiga hús er eilífðarverkefni að fylgjast með og meðan það stendur úti á Íslandi. Það er eitthvað sem það bara er okkar verkefni. Heyrðu, þá má, nei, eru fleiri spurningar hér? Ok, þá bara fletta benni. Þá ætla ég að sýna ykkur loftsýnin og þess að byggingarefni sem voru merkt inn á teikningarnar á. Ég er bara á síðastu fundi að gleymdi ég aðeins að tala þau, þannig að ég vona ég hafa aðeins skilaði betur núna. Alltaf þegar við tökum loftsýni, þá viljum við sjá hvað er að gerast úti á sama tíma. Vegna þess að eins og sagði við ykkur, það er alltaf gró og sveimi. Og það er gró sérstaklega núna í dag. Það var aðeins vindur og vætusamt, pínu lítið eftir mikinn hita, þá er eflaust þetta miklu meira heldur en 560 í dag. Og við viljum alltaf sjá hvað er að gerast úti. Hérna sjáum við Hubble fragments. Og það eru 27 úti þegar við erum að taka sýni. Þetta eru svepphlutar. Ef ég á að útskýra betur gró og svepphluta, ef við hugsa blóm, þá eru svepphlutarnir eins og blómhluti og gróin eins og fræinhlutinni. Sem að berast á milli, gróin berast á milli til að nema ný svæði. Því þessi lífvera á að vera alls staðar og komast til að brjóta niður. Ok, þannig að þetta erum við alltaf að skoða og þessar tvær tegundir hér, eða þessi flokkar hér, er það sem við sjáum vilt úti alltaf. Ok, og við viljum sjá hvað er úti af því að loftsýni endurspeglar bara þann tíma sem við erum að taka sýnið og það getur til dæmis, ef ég tæki þetta veður til, þá væri 0 hérna. Það er ég að segja að það er snjóalega yfir. Og mikið frost. Það er svona einstaka dagar sem er bara 0. Ok? Og hér sjáum við yngri deild, önnur hæð vestur. Og ég merki með rauðu það sem að vekur okkar eftirtekt og það sem við þurfum að lesa í ásamt byggingarnafni sínum, ásamt uppbyggingu, loftlegum og öðru. Og hvernig við lesum í þetta sýni er í fyrsta lagi, það vantar rakaverð. Við vitum það núna, ég er búin að segja ykkur það núna, við vissum ekki alveg þá þegar við vorum að spá þetta allt. Hér erum við að sjá tegundir sem eru úti. Og hér erum við að sjá mikið af svepphlutum líka. Möguleg skýring er einmitt af því að það er ekki rakaverð, það er svolítið loftleikar á millirauninni fram og tilbaka. Og það er oft í gömlum þökum sem er ekki rakaverð. Hér erum við líka að fá hækkun á ákveðnum tegundum. En því séu nafnið heildarmagnið er samt undir því sem er úti. Þetta erum við svona svolítið að miða við. En bara munið það að engin svona ein sýnataka er svart og hvítt. Þetta er bara vísbending í því hvernig við lesum úr hlutunum. Hvað við sjáum út úr þessu. Er eitthvað spurningar hér? Ég veit þetta er kannski eins og kínverska. Ég meina, eins og spurtum á síðasta fundi þegar við sátum með kynningu henni síðustu viku, er eitthvað tölur þarna sem að því að þetta er náttúrulega algjör herbergiska fyrir okkur sem erum ekki inn í þessum málum og hvað þetta þýðir, þessi orð og hvað þetta rauninni er að tákna. Er það þetta sem þú getur bent á að sé eitthvað sem að einhverja viðvörunarbjöllur þurfa, þú veist, er eitthvað tölur þetta sem við viljum sjá, er 0 gott eða, þú hefði spurt þetta Hildur? Já, einmitt. Að þú veist, er eitthvað tölur þetta sem eru einhverja bjöllur fara að hringja? Sem bjöllur fara að hringja? Já, varðandi þessar tölur. Það er ekki bjöllur sem hringja, heldur gefur þetta vísbendingu okkur. Sko, núna aftur til þess að því að maður reyna að gera þetta á mannamáli, það miða við, ef það væri bjöllur að hringja, þá getur verið stakkibótris, svartmygla. Þessi tala getur verið í 700. Þessi getur verið í 4000. Þetta eru sýni sem að hringja bjöllum hjá okkur. Þetta eru sýni sem segja okkur samt ýmislegt. Og í rauninni styðja alla heildarúttektina. Við draugum þetta allt saman. Þetta er þessi suðvestur hluti. En þetta eru samt ekki tölur sem að hringja viðvörunarbjöllum. Einhverjar fleiri spurningar hér? Ég veit að svona sýni eru dýr, svona loftsýni. En var eitthvað ástæða fyrir því að það var ekki tekið sem smíðað húsið? Þetta er alltaf staðsett fyrir miðju, er það eitthvað
svona eitthvað upplegg að gera það svoleiðis? Já, við einmitt eins og þú segir, við getum ekki tekið sýni á hverju flís eða hverjum stað. En ég meina svona kannski meira í öðrunum frekar enn í miðjurýni? Já. Því að vandamanni liggja vandalega mest í... Já, þetta er góð spurning. Við ákveðum sýnatökur út frá því hvað getur gefið okkur vísbendingu með heildarmyndina. Af því við treystum ekki alveg á niðurstöður hrátt úr loftsýnum. Þau gefa okkur vísbendingu með heildarmyndina og yfirleitt þegar við förum í húsnæði þá finnum við þessi miðjurými. Og hér til dæmis ákvað hann að fara upp á efri hæðina. Hann ákveður samt að fara þar sem hann reiknar með að séu meira. Það kom í sýn, segja honum meira. Kannski útskýra líka, langar að útskýra kannski líka að við blásum alltaf þegar við erum að taka sér loftsýni. Þá er ég með svona rafmagnsblásara og geng dálítið stórt svæði í kringum sýnatöku spóluna og reynir svona að þyrla rykinu frá útveggjum og inn í miðjuna að spólunni. Þannig ég er alltaf í þessum sýnatökum að reyna að fá eitthvað, reyna að fá vísbendingu að sé eitthvað ef það til staðar. En þið svolítið eins og læknar að leita meini, þannig að þau vita hvar það að finna. Já, og þetta heitir á ensku aggressive sampling, ef þið viljið skoða það. Þá erum við reyna líka eftir því að sé skólastofa fulla börnum að hlaupa eða eitthvað. Við erum að reyna að fá allt á skjá sem á gólfinu. Því agnir falla alltaf til jarðar. Þannig tökum við sýni. Ok, er eitthvað fleiri spurningar hér? Ok. Þetta er eldri deildin og að því muna ég sagði við treystum ekki alltaf alveg á loftsýni. Þessi loftsýni, það eru nefnilega, við fundum rakaskemmdir í þessu og ef við hefðum bara tekið loftsýni þarna, þá hefðum við bara labbað í burtu og afgreitt þetta að það þyrfti ekki að gera neitt þetta. En að því við treystum ekki, við viljum nota mörg sýni og margar skoðanir til að púsla saman, þá erum við að fá hér í rauninni þegar við tökum þetta sýni, það er alltaf grófa sveimi hérna inni, þó hann sé að blása. Þannig að þá getum við ekki, þá notum við þetta sýni ekki til að lesa þannig út úr, eins og ég sagði, við viljum finna vandamálin til að finna orsakirnar til að laga þau. Og þannig fundum við þau miklu frekar í þessu tilfelli með rakamelum. Einhverjar spurningar hér? Aðeins þennan punkt, Silja, varðandi okkur þetta að finna og ekki finna, en eru kannski stýra verkfræðistofunum sem við erum að skipta við. Er efla eina verkfræðistofan sem hefur þessa þekkingu sem þið tvörinni hafið? Ég ætla bara að segja já. Ég hef búin að liggja yfir þessu í 13 ár og við erum búin að skoða langflestar byggingar. Við förum á ráðstefnu hverju einasta ári og kynnum okkur hvernig og ég er mjög vísindalega þekkjandi og byggingatæknimennirnir sem ég er að vinna með, þeir oft skilja ekki mín vinnubrögð en við erum algjörlega búin að ná saman með þetta. Þannig að við erum búin að smita hvort annað. Þeir eru búin að kenna mér byggingar og ég hreim mína vísindalega aðferðir. Heyrðu, þá er það bara samantektin. Bara svona gróflega. Eldri húshlutar eru verið ástandi en nýri. Þetta kannski kemur engum á óvart, er það? Það er oft, og meira að segja þegar maður situr á ráðstefnu, þá eru til þessar rannsóknir sem segja okkur því eldra sem húsnæði eru, því meira grófmagn, því eru fleiri rakaskemmdir, því fleiri örfur. Það er bara þannig. Og það sem við þurfum að einblína á núna er aldurstengdar viðhaldsaðgerðir. Ég veit, þetta er skrítið orð, þetta er kannski eitthvað nýmæli hjá mér, en mér finnst þetta lýsa svolítið vel að við þurfum að einblína á það sem er elst og taka þetta svo í forgangsraða. En að því sögðu, þá leggjum við til og ég tel og Benni að við getum klárað það í sumar. Nú segi ég við. Og við ætlum að klára sumarið 2019 að framlega rakaskemmdir innandyra. Við þurfum aðeins að forgangsraða ytri hjúp og við þurfum að forgangsraða þökunum, við förum í mótvægisaðgerðir og við reynum að vassverja þær hliðar sem undir þessu álagi sem við nefnaðum. Við gerum það í sumar.
Og framkvæmdir voru komnar á dagskrá, halda áfram á dagskrá. Það sem við erum að bæta við þetta sem ég var að segja og kannski orðaði ekki nógu vel að þetta verði verra. Málið er að við viljum að við skoðum hönnunina við framkvæmdir, við viljum fá betri byggingarhluta í framtíðinni heldur en við með núna. Og við viljum auka allt þetta hérna, við viljum einblína svolítið á innivistina. Við viljum taka alla þessa þætti með, hljóðvistina, rakaöryggi og brunaöryggi líka. Og það er alveg ljóst, við þurfum úrbætur í öllum húshlutum og inniveggjarir fara á stað í sumar. Og ég held að, má ég segja að viðræður eru hafnar við verktaka sem að hafa setið á námskeiði í 2 heila daga og hlusta á mig og tala rakaskemmtir. Þannig að þeir vita hvað þeir eru að fara út í. Og þetta er eitthvað sem við leggjum líka til. Hús frá þessum tíma, skólahúsnæði, þau voru ekki hönnuð með loftræstikerfi. En kröfurnar í dag, ef þú væri að byggja nýja skóla í dag, þá eru þær allt aðrar. Og við leggjum til svona í framtíðinni að þetta verði skoðað betur. Með bara öll skólahúsnæði. Og ég held að ég sé búin með samantektina og bara búin með það sem ég ætla að fara yfir og ég er hvort ég að leyfa bara að spyrja núna alveg eða á fundarstjóra að taka við. Ha? Mér dettur í huga að halda þessu einföldu. Ég held að það væri mjög skilvirkt fyrir meðlandsupptökuna og útsendinguna ef að fólk með spurningar geti komið hérna upp, tekið mikrofónun og spurt beint þannig. En ég vil líka beða að varast langa ræður, heldur spurja beint efni þetta. Og ef það er eitthvað sem maður vilja leggja út af, þá er það allt í lagi, en höldu því innan marka. Eitthvað sem gerir athugasemd við þá framkvæmd. Er ekki í lagi að spurja bara hlættum? Það heyrist alveg í upptökuna. Við fórum ekki að fara með það. Það kom fram síðast við heyrðum ekki allar fyrirspurnir, en við getum boðið upp og það að koma upp, annars þurfum við að endurtaka fyrirspurnina og það getur vel verið að þá kannski fara við eitthvað aðeins á slík. Það er líka að lappa með mikrofónin. Það er líka hægt, það lengir aðeins hlutina. Ekki allt til að lappa með mikrofónin. Jú, gerum það. Hversu formið þá leggjum við til að þið notum mikrofónin. Þannig að orðið er laust, en til einföldunar á framkvæmdinni þá þið beða Silju að taka með mikrofónunum og Sigríður að þið réttu pöndina. Viltu að ég komi eða þú? Nei, ég ætla að koma til þín, ég ætla að koma við. Já, ég heiti Sigríður Ingólfsdóttir og er búin að vinna þessu málum núna í 2 ár sammála hérna í sambandi við húsnæðismálinn í Varmárskóla. Og ég þakka Silju og Benjamin kærlega fyrir þessa góðu útskýringar sem hafa verið á þessu máli hérna í dag. Nú, sagan er orðin löng eins og þeir sem að sitja hérna inni þekkja. Og spurningar mínar í sambandi við framkvæmdirnar hérna, það er aðalega þær framkvæmdir sem eiga að fara fram í þakinn á yngri deild. Svona miðað við þá þekkingu sem ég hef á þessum málum, þá myndi ég telja að þakið væri nánast ónýtt og það væri ódýrara og betra fyrir bæjarsjóðan og skattborgara í þessu bæjarfélagi að fá bara nýtt þak. En börnin geta ekki verið inn á meðan, það vita það allir. Nú, eitt aðaláhugamáli mitt er velferð barna og skólabarna sérstaklega. Nú, ástand skólahúsnæðisins hér hefur ekki verið gott og þess vegna erum við komin á þennan stað. Nú, á bæjarstjórnarfundi hérna í miðjan mars þá er ákveðið að fara þessa úttekt og það fagna því náttúrulega allir. Það var komið tími. En í þeirri sömu samantekt þá var ákveðið að loftgæðamæla húsin líka, að það væri farið í loftgæði og mér finnst það stundu svolítið gleymast í þessari umræðu. Og við sjáum hérna gögn frá Heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis síðan 2002
það eru 17 ár síðan, þá eru mælt hérna í þessu húsnæði og í yngri deild, þá eru mælt hérna koltvísýringsígildi í kringum 2000. Og heilbrigðisreglugerð segir 800 hámark 1000. Það er nýbúin að koma frétt frá Hagaskóla þar sem að börnin fara að koma hressa í skólan á morgnana og fara að slepp heim. Ég vil beita því til bæjarins að taka þetta. Það hefur ekkert verið gert í þessum málum. Það er engin loftræsting í þessum húsnæðum. Og ég vil taka undir það sem að þau segja hjá Eflu að það skiptir miklu máli að bæta hér loftgæðin. Takk fyrir. Spurningin í rauninni er bara að vekja bæinn til umhugsunar og okkur öll. Það er ekki sérstök spurning til þín, Silja. Þú varst búin að tala um þetta og þau eru búin að ítreka það að það vanti að bæta loftgæðin hér og eflaust getur Jóhanna eða ykkur frá bænum svarað þessu. Takk. Spurning hvort þú myndir vilja segja nokkur orð, Jóhanna, sem svar við hluta þessu og síðan er það... Hildur er ekki þér. Það aðeins kannski bara til þess að rétt að tæpa á því sem fram hefur komið. Það var aðeins umræði hérna áðan varðandi þakið og það er auðvitað þannig að við hjá Mosfellsbæ við treystum þeim ráðgjöfum sem við höfum og þeir eru auðvitað að fara yfir byggingarhluta og segja síðan nákvæmlega hvað þarf að fara í að endurgera. Við höfum eins og verið svo heppin að fá líka ennþá meiri sérfræðingar þegar kemur að rafmagni. Þau eru alveg sérfræðingar að í raun og veru leita upp í hluti þannig að þau hafa veitt viðbótar ráðgjöf og þess vegna er að sjálfsögðu farið í það að taka þakið algjörlega í gegn og við erum að setja þessar rakarsperrur sem að vantaði. Þetta var í raun og veru uppbygging sem var ábótavant. Þannig að þetta er verkefni sumarsins. Kannski aðeins varðandi loftræstinguna, ég held að þetta sé bara mjög góð umræða. Þetta er auðvitað eitt af því sem hefur komið upp að þetta er auðvitað eldri hús. Á þeim tíma þegar þau eru byggð þá er ekki krafa í byggingarreglugerð loftræstingu. Það er hins vegar í dag og sérstaklega kröfur eins og við vitum varðandi skólastofur. Þannig að þetta er eitt af þeim verkefnum sem við erum að skoða bara með okkar ráðgjöfum. Hvernig er hægt að koma fyrir loftræstingu og þá sérstaklega í þessum elstu byggingum okkar. Það er auðveldara mál hér heldur en niður í elsta hlutanum sem er frá 64 en það er engu að segja. Þetta er verkefni sem við erum að skoða með ráðgjöfum. Þetta komið upp eða? Nei, þetta er mjög einföld spurning. Það er búið að tala um aðgerðaráætlun. Ég bara velti fyrir mér hvort að þessi aðgerðaráætlun sé skrifleg og verði opinber eða hvernig þeim málum verði háttað. Hver svaraði þessu? Hallgrímur, þetta svarar því. Þetta er vissulega skrifleg aðgerðaráætlun sem að þau hafa sett okkur og við síðan miðlum til okkar verktaka sem er að fara að gera hér í þessu viðgerð sem það þarf að gera. Þetta er náttúrulega vinnuplagg, þannig að það er kannski bara spurning hvort sjálfsagt að gera það opinbert eða ekki, en það er ekkert sem við höfum félagið því. Við erum bara að fylgja þeirra ráðleikningum og það er umverulega súmerar upp bara það sem er komið hér í skýrslunni á þeim í svona tékklista, hvað þarf að gera og hvernig er best að vinna það. Ef þetta svarar spurningunni. Gjörðu svo þér? Ok. Á ég bara Talaðu hátt, prófum það. Við erum ekki að fara að tjóða hann svo að spurningin heimst. Ég kom með spurningu líka á síðasta fundi og er enn þínu hugsi eftir síðasta fund. Það er svona 2 spurningar sem ég er með í huga. Það er annars vegar Þorbjörg heiti ég, konni. Árið 2017 þá var farið í skoðun skólanum og ég er bara svona að hugsa hvað kom til að það var ekki ákveðið að fara strax í úttekt á skólanum með þær vísbendingar sem komu þá fram, til dæmis með stofu 216 og það sem að
þið sem ráðgjafar lögðu til að sú stofa verði ekki í notkun en var svo í notkun í ár eftir það. En ég er bara svona veltið fyrir mig, var það eina sem kom upp á 2017 eða hvað var skoðað þetta ár? Og hvers vegna var ekki bara farið strax í aðgerð? Ég gerir ráð fyrir að Jóhanna svari þessu og svo getur kannski aðri varpað frekara ljósi á mál. Herði, jú, það er rétt. Efla setti fram þessa sjónskoðun 2017 þar sem þau tala um það eða ráðleggja að þessi stofa 216 verði ekki notuð og nema það verði farið í frekari skoðun rannsókn. Og ég get alveg tekið undir það að það er auðvitað bara spurningamerki af hverju líður þessi langi tími þarna á milli en hins vegar er það þannig að fasteignadiagnostar fóru í það að lagfæra leka og þétta að utanverðu. Það er kannski gamla verklagið og þá eins og ég segi við vinnum mikið með það núna að allir verktakar sem hér vinna þeir hafi farið á námskeið og þeir séu að vinna eftir leiðbeiningum Eflu en já, kannski voru það mistök á sín tíma voru það ekki slíkir aðilar sem voru að vinna þetta þannig að svolítið gamla lagið að menn byrja utan frá en við förum algjörlega eftir þeim leiðbeiningum að byrja inn núna. En bara ítrekka það var samt alveg 1 ár sem leið þar til að gert það kom fram. Viltu segja eitthvað um það? Er það rétt að það er liðið 1 ár? Þá er verið að tala um þá frá skýrslunni og nei, það er sem sagt September 2018. Það farið strax í júlí 2017 í útileikjarinnar. Það er staðfest í gangi. Já, það er liðið fyrir. En nú er ég allt í einu dottinni, ég er fundarstjóri, ég ætla ekki að fara að tjá mig, afsakið. Frekara fyrirspurnir? Hvað svo er? Ég heiti Davíð og við byrjum að fagna þessari úttekt. Mjög gott að vera komin við þessa niðurstöður. Ég er með 4 stuttarspurningar. Vonandi sé ekki of mikið í einu, en fyrsta er sem sagt hvort það liggi fyrir frekari áætlanir sýnatöku til samræmis við loftsýnin eða niðurstöður þeirra. Er ykkur áætlun að taka þá frekari sýni eða er það eitthvað sem verður gert í framhaldinu af þessum lögfæringum? Ég las á skýrslunni að það niðurstaðan af þeim gæfi þetta kynna að það verður þörf á því. Önnur spurning, minn skilningur er að af þessum 28 sýnum sem voru tekin þá er það 20 sem hafi sýnt einhver örverumyndun. Hvernig ber að skilja það og er þetta minna á betri niðurstaða heldur en og gert ráð fyrir? Þriðja spurning, þú nefndir það Silja áðan að hluti lagfæringa sem helst kemur, það komið til greina að fresta einhverjum hlutum og spurningin er hvaða hlutar væri það þá helst sem kemur til greina að fresta? Og kannski því sambandi hvað með útveggi í eldri deild. Og síðan í 4. lagi Brúarland og mér skilst þá lausustofunar sömuleiðis sem það er þá ekki ennþá búið að skoða. Er það eitthvað sem stendur til að verði gert í sumar og lagfæra þarf á? Já, ég ætla að vona að ég muni, má ég byrja á afturspurningunni? Ég muni þetta, að með Brúarland og með lausaskólastofur það er búið að skoða þær. Málið er það að við vildum ekki bíða lengra fram í sumari með að birta þessar niðurstöður og halda þennan fund á meðan við verðum að vinna úr því í svona heildarúttekt. Það er búið að skoða og það eru léttir byggingarhlutar, við munum hvað ég sagði, við viljum eitt opna þá og við leggjum til að því við erum búin að finna nokkur atriði þar sem þarf að laga og það er hagkvæmara fyrir alla að það sé opnað og lagað leið. Og það vissulega mun liggja fyrir skýrsla það. En við vildum ekki fresta útgáfu þessara niðurstöðna út af því.
Það er ekki búið að skoða brúan. Nei, það er ekki búið að skoða brúan. Já, en það verður skoðað í sumar. Hvað var þitt fyrsta spurning? Fyrirgeðu. Fyrsta spurningin sneri að frekari sýnatökum í samræmi við loftsýni. Málið er að við einmitt það stendur í skýrslunni, við leggjum til að þurfa að skoða eitthvað betur. Annars sem ég sagði, fjöldi sýna ræðst ekki á umfangi vandamálsins heldur spurningana sem að Benni vill fá svörum. Og þess vegna er það þannig að þegar við fyrir með aðgerðir, þá þarf sýnatöku stundum þegar við viljum vita að allt sé búið. Yfirleitt notum við það þannig. Eða ef við erum óviss og einhver segir nú erum við viljum heldur ekki að ganga langt. Það er engum heldur til gagns. Þannig að við viljum kanna umfangið hvað þurfum að ganga langt og þá notum við sýnatökum til þess. Til þess aðtöku hvort við þurfum að fara lengra inn í ílögnina, hvort við þurfum að fara lengra át á gólfið. En við tökum því sáu örugglega í skýrslunni, við höfum alltaf hálfa meter sem hérna upp á að hlaupa. Förum alltaf umfram. Það var fyrsta, hvað var önnur? 28 sýnum innihéldu áhrifavöxt. Já. Það var betri niðurstaða heldur en við gerum ráð fyrir. Er það 28 er það sem sagt góð niðurstaða? Sko við teljum ekki sýni sem þannig séð að því að það er svo mismunandi. Í kannski 200 fermetra húsi tökum við kannski 30 sýni og í 4000 fermetra húsi tökum við 15 sýni. Þetta er alltaf bara hvað við þurfum að vita til þess að finna út úr því. Og Benni tekur sýni til þess að finna út hvað þarf að gera hverju sinni. Þannig við skoðum þetta ekki, við skoðum þetta frekar út frá teikningunum og svæðunum. Af því að þið getið ímyndað ykkur alla blettina sem þið sáðu, sem við merktum inn á. Ef við tökum sýni á hverjum einasta stað, við erum bara búin að vinna það mikið að við drögum ályktun út frá því sem við höfum áður séð. Þurfum við ekki sýni á hverjum stað. Það bara svarar ekki kostnaði. Og í rauninni, það gefur okkur ekki betri niðurstöður. Það gefur okkur ekki aðra aðgerðaráætlun. Aðgerðaráætlun er alltaf að fjarlægja þetta. Þannig að við viljum frekar spara peningin í aðgerðirnar og ganga langt eða skemur eftir hvað þarf hverju sinni. Svaraði þetta. Og var ég búin með allar? Ein eftir? Þriðja spurningin var hvaða, þú nefndir að komið til greina fresta einhverjum framkvæmdum og spurningin var hvaða hluta það væri þá helst og hvað þá hlutum sem klæðninguna þetta í eldri deildinni. Það sem sko við höfum þetta bara sumar í sumar, við höfum hana tímaramma og forgangsatriði er að vatnsverja veðurhlíðar. Forgangsatriði er suðvestur þakalman og forgangsatriði er að loka loftleikum frá norðausturálmu og þá getum við sett það í annan áfanga með því að nota mótvægis, við kallum þetta mótvægisaðgerðir til að tryggja það að það fari ekkert loft niður á þessum stöðum. Þannig að við förum fyrst í þær hliðar sem eru slæmar og raka fléttum húsið. Það er alltaf í forgangi. Svaraði þetta? Eða þetta er það sem við leggjum til. Hvað er það sem er frestað? Er það þakið? Þak áfangarnir verður skipt niður, já. Af því að í rauninni við getum ekki lagt allt húsið undir í einu. Eða við teljum það ekki, það er allan okkar ágjöf, að leggja ekki allt húsið undir í einu. Takk fyrir það. Frekari spurningar? Rakel? Mér langaði að fagna þessari heildarúttekt og í kjölfarið fyrir ákvörðun bæjarins að fara í heildarúttekt á öllu skólahúsnæði bæjarins. Mér finnst einhvern veginn það að vera þessi vitundavakning rakaskemmdir og mikilvægi þess að sinna reglulegu viðhaldi. Nú rakaskemmdir eru verið skilgreindur áhættuþáttur hjá HÚ og þess vegna er mikilvægt að huga vel að forvörnum og fræðslu og bregðast við á réttan hátt. Mér langaði að hvetja bæinn til þess að huga því að Silja kom inn á þannig að það verið haldið námskeið að starfsmenn bæjarins færi á slík námskeið. Nú er framundan þessi heildarúttekt þannig að við séum öll svolítið vakandi fyrir hvað er í gangi og við séum öll sem er blaðsið að þeir sem koma þessum málum eins og þessi sinna fasteignaumsjón, forstöðumenn stofnana og svo framvegis
að þeir fái þessa fræðslu, einhvers konar fræðslu, innsýn inn í betur inn í þessi mál. Jafnframt þá langar mig að leggja áherslu á það að þessu ferli sem framundan að það verði gott upplýsingaflæði til foreldra. Að við leggjum áherslu á gegnsæi og eins og Hildur talaði áðan með framkvæmdaáætlunina að hafa þetta bara opinbert. Við séum bara með gegnsæi þessu öllu saman. Það allt upp á borðum og allir viti hvað það skref eru framundan. Þannig við fáum reglulegt stöðumat og það verður ofboðslega gott fyrir foreldra að fá upplýsingafund áður í skólinni hans. Þá liggja væntanlega fleiri niðurstöður fyrir og þá vita allir hvernig pottinum er búið. Takk fyrir. Já, en ég geng tilbaka að spurningu hvort einhver. Ég veit það var kannski ekki bein spurning, en mér langaði svo að taka af mér eflahattina þess og vera íbúi Mosfellsbæjar og fagna því að Mosfellsbæjar er fyrsta sveitarfélagið sem að mun skima allt húsnæði sem börnin okkar eru í. Og það hefur bara ekki verið gert neins staðar annars staðar. Nú er ég bara að tala sem Mosfellingur. Og bara ég held að við ættum öll að vera ánægð með það og halda áfram með það. Takk fyrir það. Ég ætla samt að leyfa mér þó þessu fundarstjóra að svara aðeins varðandi upplýsingagjöfina, af því ég kem að þeim málum að það er alveg augljóst að það er alltaf hægt að gera betur í að miðla upplýsingum og ég held að það sé bara nauðsynlegur hluti af þessu. Það er stuttur tími sem við höfum í sumar til að framkvæma þetta, þannig að ef upplýsingar verða til þess að við getum lagst öll á árarnar við að koma hlutunum í enn betra horf og þá er það gott, þannig að það er ásetningurinn að miðla sem allra mestu. Og síðan er það matsatriði hvert við höfum að fara niður á einstaka vinnulýsingar. Það getur jafnvel verið aðgengilegar á bæjarskrifstofunni en spurning hvort að það hefur verið skjöl sem er í almennri dreifingu. Það er svona matsatriði, þannig að þið verður kannski að treysta þáttið mat í starfsmönnum að því hvað eigi að vera aðgengilegt bara á vefnum og hvað það að vera aðgengilegt á bæjarskrifstofunni. Það er svona matskemmt og við verðum bara að treysta því mati. Fleiri spurningar? Valdimar, þetta kom upp? Já. Þú þekkir þessa vel? Ég þekki þessa vel. Valdimar heiti ég er bæjarfulltrúi Viðreisnar í Mosfellsbæ. Ég vil þakka fyrir þennan fund sérstaklega og þessa kynningu sem hefur verið á þessari skýrslu. Það er alveg til fyrirmyndar og líka þakka að fagna þessari heildarúttekt eins og gert hefur verið. Það hefur verið fínt. Við bara leggja áherslu á það að eins og kom hérna fram að gegnsæið er aðlaðinu góða og hjálpar til að kveða niður raddir sem að tortryggni. Það kom hérna fram að það var talað hvað hefur verið gert áður og að það hefði liðið ár frá því að þið komið ábendingar stofu 216 og fleira í þessu húsi. Það er rétt sem kom fram að aðgerðirnar voru síðan árið síðar og þetta er til fyrirmyndar að núna fáum við að vita nákvæmlega hvað það á að fara að gera. Spurning mín er tvær spurningar eiginlega. Annars vegar það að það komið fram hérna að af 28 sýnum þá eru 20 rauð og ég ger ráð fyrir því að mygla er ekki bara mygla. Þetta er mismunandi hættuleg fólki og svo framvegis. Það geti eitthvað upplýst okkur hvers konar hvað voru að sjá í þessum gögnum, í þessum sýnum. Var þetta slæmt eða var þetta tiltölulega saklaust þessi mygla. Annað, það kom fram að þakið bæði norðanmegin, það sem er plata væntanlega undir eins og þú ert að lýsa, þannig að það fer ekki mikið niður og svo hins vegar í Kringlunni, að þar er töluverð mygla og þá spurninga því að það verður farið í aðgerðir sem sagt laga þakið, suðurþakið, en ekki í Kringlunni í Suðurmargeiri ráð fyrir. Og þá spurningin verður þá gera eitthvað ráðstafanir þar, verða foreldrar látnir vita börn sem eru útsett fyrir myglu og eða gert einhverjar ráðstafanir aðrar þar. Og svo hitt, þú hefur talað um aðgerðaráætlun og þú talar gjarnan um það að við erum að fara að gera þetta og við erum að fara að gera hitt og allt það.
og sem fínt sko, en þá búið að semja við ykkur það að þið stjórnið aðgerðum hér í sumar? Já, í barnaskólanum. Ok, og kannski eitt að lokum, varðandi loftræstingu, verður þá sem sagt gerður ykkur áætlun það að setja upp loftræstigerðir síðan meira væntanlega verður ekki gert í sumar væntanlega, vonandi á síðari stigum. Ok, fyrsta spurningin var hvað við sáum í sýnunum og hvort að þessi mismunur á milli tegund og annað. Og við í Eflu tölum yfirleitt rakaskemmdir sem heild að þetta heilt mengi af örverum. Þetta eru bakteríur, þetta eru ýmsar myglutegundir, þetta eru útgöfum frá byggingarefnum. Við kannast við að ef við erum blaut efni þá öðruvísi lykt af þeim heldur en þurrum. Og ef við horfum á læknavísindina þegar við erum að tala þetta sem áhættuþátt fyrir heilsu, þá vitum við ekki, ég segi alltaf við, ég er með þess að læknavísindi líka sko, þá vitum við ekki hvað í rauninni af þessu í þessari rakaskemmd að valda þessari áhættu. Og þess vegna skoðum við frekar rakaskemmdina sem heild en ekki náið hvaða tegundir eru. Við skoðum það og það er grænt og svarið við spurningunni við sjáum ekkert hér sem óeðlilegt að finna undir til dæmis línulimdóp með lími sem undir gluggar. Við fundum enga svartmyglu sem eitthvað sem fólk spyr yfirleitt fyrst við fundum það ekki í þeim sýnum sem við tókum. Og í rauninni voru sýnin svona eins og við má að búast með við aðstæður. En að því alltaf að tala um aðgerðaáætlunina okkar, að þá snýst hún alltaf að bregðast við rakaskemmdinni í heild. Hvað sem við finnum. Hvort sem það jónsveppur eða gunnarsveppur eða lóabaktería, skiljið þið. Við bara bregðumst alltaf eins við, af því að læknavísindin ekki komin lengra með þetta. Við vitum í rauninni ekki hvað við eigum algjörlega fókusir á. Svaraði þetta spurningunni? Já, eitt varðandi kringluna líka. Já, og kringluna. Algjörlega. Við, eins og ég sagði, við kallum það mótvægisaðgerðir og þar munum við leggja til mótvægisaðgerðir, hvað við getum gert, hvort við getum aukið þess að oft hægt að vera með mótvægisaðgerð þannig að þú breytir þrýstingi í húsi, af því hús þannig að loft streymir alltaf upp, bara eðlilega. Og það rakaverð þar í þakinu, sem þýðir það að við getum hækkað aðeins loftþrýstinginn þar inni, þá erum við að tryggja að sem fæstar agnir komi niður í gegnum rakaverðina. Það mótvægisaðgerðir sem getum gert á þeim stað. Af því að loftstreymi alltaf eðlilegt upp, það heitt inni hjá okkur, það loftstreymi upp og þessar agnir ferðast ekki á móti loftstreymi. Þannig reynum við að tryggja þessar agnir haldi sér upp í þakinu eða úti, fari út. Og það er það sem við erum að skoða. Síðan spurður loftræsinguna ekki? Það er auðvitað bara mjög mikil áskorun þegar við erum með húsnæði á þessum aldri sem alls ekki hannað fyrir loftræsingu, hvernig komum við henni fyrir. Við erum bara nýbúin að leggja fram þessa tillögu fyrir Mosfellsbæ og það allir að vilja gerð til að skoða það, hvað getum við gert, en það þarf að leggjast yfir það og skoða það. Því það ekki mjög auðvelt í framkvæmd í yngri deild. Mér langaði bara aðeins að hnykkja á með stofu 216 af því það sagt að það ekki verið gert neitt í ár eftir útgangsafli 2017. Það var þetta strax hausti farið í að þétta útvegg utan og taka og hreinsa allt af veggjum innandyra. Þannig að bara við vorum með kynningu hérna í maí og þau kom niður öll á netinu, ég vil bara koma því á framfæri. Takk fyrir það. Ég þarf bara að benda á að gólfdúkurinn og það var ekki tekið fyrir september 2018. Það var að bæta það við. Það er það sem ég var að tala að stofan var varla kennsluhæf, það var ekki búið að taka allt í burtu þegar nemendur voru ennþá í stofunni. Ég veit að við lærum af þessu og ég er mjög ánægð með það, en ég vil bara koma því á framfæri að þetta eitthvað sem þarf að passa framvegis. Þetta er búið og gert, en við hljótum að læra af þessu og ég vona ég vil bara að þetta verði í lagi framvegis. Þetta var ekki í lagi eins og það er gert. Börnin fengu ekki nota þess.
það er komið til skila. Vill einhver segja eitthvað um þetta eða höldum við áfram hér á næsta fyrirspyrjanda? Svo er ekki. Góða kvöldið. Jóhanna heiti ég og er hér sem foreldri og reyndar vinnu í skólann líka og er íþróttafræðingur. Mér langar bara að spyrja því að það er alltaf bara að tala um þessi húsnæði hér. Hvað á að gera með íþróttamiðstöðina? Nú legur hún bara ansi mikið og við erum þar með börnin alla daga. Er hún eitthvað á dagskránni að skoða hana og taka sýn úr henni? Það er Jóhanna sem ætlar að svara þessu. Eins og kom fram þá er bæjarstjórn að taka ákvörðun heildarúttekt á öllum fasteignum Mosbæjar og íþróttamiðstöðum þar undir. En varðandi þetta þak og þennan þakleika þar sem þú ert að vísa í, að þá er sú viðgerð hafin. Við vorum ekki með nema 50 eitthvað fötur hér í fyrra og það er ekki bara þetta þak. Nei, en ég vildi bara koma því á framfæri að Ég veit það alveg. Þetta er að koma nýtt gólf, þannig að það er nú fínt að hafa gott þak, já, það er góð ábending. Fleiri hérna, gjör svo vel. Þú það komið upp. Meðan gengur hérna, ég hef líka dálítið á tilfinningunni að einhver umræða sem var í gangi áðan eigi eftir að klárast eins og varðandi það gerðina. En þið spyrjið þá bara nánar til það. Já, takk fyrir góðan fund. Sigur heiti ég. Ég langar að halda áfram með íþróttamannvirkin. Ég ætla að spyrja þig hvað svo er. Mér langar að vita hvort að sé byrja á úttekt á íþróttamannvirkin, sambærileg úttekt á við varum að kynna hér sem mér líst mjög vel á. Hvort sé byrja á þeirri úttekt eða ágáðum færi fram á það hvenær þeirri vinni ljúki og þá sérina í þökin eins og við öll vitum sem mótum íþróttamiðstöðina veitum að þau eru mjög slámast og það er ekki bara salurinn, það er líka tengibyggingarnar allar. Það hlýtur að vera óhörlega milli raki sem er safnast þar gegnum á þeim og í veggjum og innir í gólfvöllum og alls staðar. Hvenær verður þessi úttekt gerð og hvenær við vænta að fá sjá þá niðurstöðu og ég er líka þannig ekki bara þökin, votrýmin öll, sturtur, búningskleifur og sturtur, það er allt orðið barnsins tíma og því miður held ég að verklagið þar við viðhald hafi verið svolítið eins og það var lýst hér með þau verið að líma dúkinn á rakan og það límtist aldrei. Og ég er líka að velta fyrir mér hvað var það að spyrja? En þetta svona helsta svo náttúrulega er félagsaðstæður, bólið og annað, úttekt á því, er það eitthvað sem er fyrirhugað? Þannig að það verður okkar að fá svör við þessu og hvernig við vænta niðurstöðu og viðhaldsaðgerða. Ég er bara veltið við með íþróttum að nú byrjaði að vinna þar og ég fagna því. En er þar verið að vinna til svona gamaldags úttektum sem kannski, við vorum að heyra hér áðan að það kom verkfræðstofa og geði tillögur og að það er úttekt og framkvæmdir, svo kom önnur verkfræðstofa og þetta er ekki nóg. Hér þarf að staldra við upp nýtt, gera meira, öðruvísi. Er ekki tilmynd að fara að skoða það í íþróttamannvirkjum áður en við förum langt þar í viðhald sem kannski reynir svo ekki fullnægjandi. Takk fyrir. Ég held að þetta byrji aftur á Jóhannu, það er alveg örugglega hvar þessi mál eru öll stödd og svo kannski spurning hvort að Siggi og þau myndu svara með bólið. Bara örstutt af því að við erum að tala um Varmárskóla en það er búið að fá tilboð frá verkfræðistofum í þessar heildarúttektir og ég held að íþróttamiðstöðin hér að Varmá verði að sjálfsögðu mjög framarlega þær forgangsröðinni. Ég get ekki gefið þér nákvæma tímasetningu en eins og ég segi, bara vonandi verður það sem fyrst á þessu ári. Þú ert að tala um gólfið og þakviðgerð. Já. Þetta eru þetta ákvarðanir sem eru löngu teknar, skilur. Þannig að og það eru þetta að sjálfsögðu þannig vinnulag í viðhaldsteymum að verði menn varir við leka þá fara menn strax í að gera við. Og það er það sem menn hafa unnið eftir. En það er alveg rétt með þér, þannig er eldra mannvirki og sjálfsögðu er þörf þar og heildarúttekt. En hún er auðvitað framöndan. Þú spurðir um bólið líka. Það er komin verkefni að skoða bólið og brúarland. Það kom í rauninni samhliða því að skoða þetta húsnæði. En við hjá Eflu höfum bara ekki komist í það.
einstökum manna. En það verður gert á næstu vikum og mánuði. Þá er þessum áformum verið lýst. Einhver sem að vil taka til máls, spyrja, Kolbrún, að það er að koma upp? Já, kannski ekki bara. Já, komið sæl, ég heiti Kolbrún Þorsteinsdóttir, ég er formaður fræðslunefndar og þakka hérna fyrir góða kynningu frá Eflu og hérna mikilvæga vinnu sem þau eru að hefjast hérna núna. Mér langar bara varðandi, það tvennt sem mér langar að spyrja það varðandi þessi sýni og það var eitthvað rætt kostnað, svolítið rætt það að það geti misskilist, þetta er svo óskaplega erfitt og viðkvæmt mál hér í bæ. Og það hafa legið fram upplýsingar á einhverjum vefum sem að kannski fólk gæti misskilið og þannig það er svo mikilvægt að komi réttar upplýsingar fram og sem fólk skilur. Það er hægt að setja eitthvað fram sem enginn skilur og hægt að misskilja það alveg reynd hægri vinstri. Og síðan varðandi upplýsingagjöfina, því meiri upplýsingar því betra. Það er mitt mat. Og við fáum að sjá svona fylgjast með framgangi mála og ég held að það sé bara myndir og skýrslur, eða kannski ekki skýrslur rétt sem en myndirnar sem að Hallgrímur mun náttúrulega halda utan það verkefni og upplýsa okkur gang mála svo að það fari ekkert á milli mála að það sé verið að vinna hérna. En nú ættum bara að vera farin að hefja standa. Þannig að ef ég hef verið að koma inn núna og hugsa já, ok, þau eru ekkert að fara tíma að borga hérna fleiri sýni og nú er bara sett eitthvað þak á það og þetta er bara sýnin sem okkur er rétt. Það er náttúrulega ekki þannig, þannig ég bara þannig útskýra enn og aftur að ég hef séð hérna liggja á einhverjum vef, einhver hebreska eitthvað og einhverja tölur og einhver sýni og ef ég var leikmaður til bæ, ég myndi aldrei skilja þetta og ég myndi bara hræðast þetta svolítið. Þannig að bara einu sinni enn aftur sýnin og mikilvægi þess. Og það er Arnar svolítið í lykilhlutverki og Hallgrímur að það komi fram réttar upplýsingar. Allir séu samtaka það, hver sem það er. Og við séum ekki að kannski að taka þessar upplýsingar og snúa þeim kannski í einhver áttir sem eru kannski ekki vænlegar til árangurs. Og bara, já, Arnar og þið með sýnin. Mér finnst þetta tvennt mjög mikilvægt, þannig að við getum haldið áfram þessi verkefni í bænum. Og byggja upp hérna skólakerfið eða skólan okkar aftur og hann fái kannski bara heilbrigðisvottorð. Hvenær fær hús heilbrigðisvottorð? Hvenær vitum við það að þessi lungu hérna fari að anda eðlilega? Fyrst sýnin. Fyrst sýnin, í rauninni, það var spurningin þá í rauninni, bara út frá okkar verklag þá tökum við ekki meiri sýni heldur en við þurfum. Við tökum ekki sýni sem eru óþörf og þess vegna segja að svara ekki kostnaði. Við gætum verið hérna allan daginn að taka sýni, en það segir okkur ekkert meira en við þurfum. Þannig að ef það svarar spurningunni, við tökum eins mörg sýni og við þurfum til að fá þær upplýsingar sem við viljum fá. Til þess að geta komið með þessa aðgerðaáætlun sem ég segi er alltaf taunlast á hérna. Svaraði þetta spurningunni? Já. Hinn spurningin var aftur. Þess að þú getur svarað með hvenær fær hús heilbrigðisvottorð, hvenær erum við farin að vera nokkuð örugg? Heilbrigðisvottorð er eitthvað sem ég veit ekki hvort maður getur gefið húsnæði endilega, en bara þurrt, hreint húsnæði sem hefur fengið aðgerðir og úrbætur vegna rakaskemmda er heilbrigt. Það er bara þannig. Svo bara upplýsingarnar. Vildur ég segja eitthvað upplýsingar? Já, bara að allir fái réttar upplýsingar og enginn fara að misskilja og verði ykkur svona eitthvað. Já, ég held að það sé rauninni bara það sama og ég sagði áðan að ásetningurinn er að upplýsa sem allra best og það sem er auðveldast í slíku er að ef fólk telur að þurfi frekar upplýsingar að hafa samband við okkur á bæjarskrifstofunni og við veitum þar upplýsingar sem við getum veitt og ég er alveg sammála því sem Kolbrún segir, kröfurnar í umhverfinu er bara þannig að við viljum öll vera með eins og opna stjórnsýslu og mögulegt er, en hún getur aldrei orðið algjörlega þannig að allir séu að skoða hvert einasta skjal sem verður til, en allt sem er undirbúið og verður að efni sem er verið að nota til að taka ákvarðanir, að það er það sem við viljum miðla og þegar við erum að horfa á svona hluti svo hér, þetta hús og framkvæmdir þar, að þá er ekkert því til fyrirstöðu að birta sem allra mest af myndum og síðan einhvers konar samantektir á stöðum
Þetta að klárast, það að fara í þennan áfanga og ég held að þið verði líka að velta þetta fyrir okkur, svo getur vel verið að það komi eitthvað upp sem að hægi á framkvæmdum og þá ekki útilokað að skóli getur verið byrjaður og þau þurfa að vinna í einhverju rými, en það verður þá væntanlega unnið samkvæmt leiðbeiningum með afskermun og öðru slíku og heilnæmið tryggt. Þannig að það stóri lærdómurinn í því sem hefur verið lýst hérna í þessum langa líffræðitíma sem við erum búin að setja inn í dag. Mjög gaman að rifja upp þessi hugtök. Ég skildi þetta með blómin og fræin, en eitthvað eftir það var ég pínu tindur. Blómin? Já, ég skil stóra myndina þar. Frekari spurningar? Ég langar kannski bara aðeins í lokin að fá að segja 2-3 orð við mætti. Já, þarf það að vera í lokin, svo kemur einn henni. Mér langar kannski að kasta bara fram spurningu varðandi ráðgjöf eftir. Nú þið takið út húsnæði, þið veitir ráðgjöf framkvæmdir. Komið þið líka úttektin af því að framkvæmdir séu lokið? Eða eitthvað annars sem sér það? Þetta var ágætt spurning. Hver er það að svara henni? Það allur gangur á því hjá verkfræðistofum og bara í verkframkvæmdum almennt. Náttúrulega æskilegt að sé alltaf óháður aðili sem sé með eftirlit eða skimi vinnubrögð hins. En það viðgengst allt á Íslandi og í rauninni það ekkert óeðlilegt að við kæmum í einhverja svona eftirfylgni að mínu mati. Eins og Silkja var að tala með áðan að þá Efla dálítið leiðandi í þessu og Silkja bara með sitt fyrirtæki sem hún startaði fyrir rúmum áratug síðan dálítið leiðandi í því að skima rakaskemmdir í húsum og þær aðferðir sem hún hefur þróað og tekið frá Finnum til dæmis og Þjóðverjum virðast virka. Orðspor Eflu er gott, þess vegna kannski leitar fólk þangað þegar kemur að rakaskemmdum. Já, svarar þetta eitthvað spurningunni? Mér langar kannski aðeins bara varðandi sýnatöku. Hún fyrst og fremst dálítið fyrir okkur til þess að vita hversu langt á að ganga í að hreinsa. Og þessi loftsýnataka oft svona til þess að staðfesta að umfangið sem að finna með sjónskoðun og sýnatöku beint úr byggingarefnum að það sé svona á pari. Þegar ég var að byrja á Eflu þá heyrði ég fréttir á Kanadamönnum að þeir væru þar ekki að taka mikið sýni. Ef þeir finna raka inn í byggingum þá ráðast bara beint í að fjarlægja. Og ég persónulega og við hjá Eflu dálítið komin þangað. En þegar það kemur að gólfílögn og múr í útvegg þá vill ég gjarna vita hvort þetta sé komið eitthvað inn í byggingarefnið eða hvort þetta liggi bara undir gólfefninu og á ílögninu til dæmis. Ég var til dæmis að fást við rakaskemmd heima hjá mér, nýbúinn að flytja í nýtt hús og þar horfði ég á rakan í útvegg og í gólfi og ég ákvað strax að ég ætla að brjóta múrinn af veggnum inn að plasteinangrun, það einangrað innan og ég ætlaði að velslípa plötuna og ég gerði það, svo tók ég sýni og fékk kollega minn hjá Eflu að greina og það var á pari við það sem ég tók ákvörðun Þannig að reynslan bara að koma okkur dálítið þangað að við svona fyrirfram, ef við finnum eitthvað og þetta svona uppbygging og þetta búið að leka svona lengi, gluggafrágangurinn svona, þá vitum við sirka hvað á að gera. Sýnatökur bara svona til að staðfesta. Þið eru með stöðumatið og síðan ráðgjöfum með kjölfarið. Það svona hefðbundið. Haraldur hafði beðið orðið, voru einhverju fleiri? Enginn að brenna einnig með neitt? Má ég aðeins benda á kannski að fræðslunefndin ekki búin að slíta fundi en við fáum kannski hitt einhver í nokkrar mínútur nema fræðslunefndin sé að líða út af hungri. Já, fræðslunefndin ekki búin að slíta sína fundi. Nei, við erum ennþá með fundi sem hýttast inn eftir og hérna. Það eru þessi 2 fundir í gangi. Já, það eru 2 fundir í gangi. Þannig að þau komið til okkar aðeins og þá getum við líka spurt aðeins. Það er gott að það eru margir fundir í gangi.
En mér langaði nú bara sem bæjarstjóri að fá að þakka fyrir þennan fund. Mér langaði að fá að þakka Eflu, sérfræðingum Eflu fyrir það að hafa lagt sig mjög fram það að hjálpa okkur við það að gera þennan skóla bara enn betri. Það er alveg ljóst að umræður þessi mál hafa verið að þróast mjög hratt á síðustu misserum og vitneskja og þekking á þeim er að verða meira og meiri og það er örugglega rétt sem hér er framkomið og kom líka fram á fundi hérna síðast að það er örugglega verið að gera einhverja hluti öðruvísi en ég get alveg fullvissað ykkur það eins og ég gerði hérna á fundinum í síðustu viku að það voru allir hjá Mosfellsbæ að gera eins vel og þeir vissu og gátu. Við vitum meira þessi mál núna. Við erum búin að fara í gegnum ýmislegt hér ekki bara hér í Mosfellsbæ, heldur bara í þjóðfélaginu og Reykjavíkursvæðinu rakaskemmdir og afleiðingar þeirra og einn skóli var nú rifinn eins og kom hingað fram áðan og öðrum lokað og aðrar byggingar hafa líka verið rakvarðar og jafnir lagðar af. Þannig að við erum að læra og Mosfellsbær er að læra, starfsfólk Mosfellsbær er að læra, ég er að læra og öll saman erum við að læra. Og við viljum gera þetta eins vel og okkur framast er unnt. Það er engin spurning. Til þess höfum við sérfræðingana, Eflu, meðal annars til þess að hjálpa okkur og að því var spurt að því hér áðan hvort að við myndum fylgja þess eftir. Já, að sjálfsögðu gerum við það. Við munum láta taka þessar lagfæringar út og fylgjast með því af okkar sérfræðingum að það sé rétt gert. Og það er örugglega líka rétt sem hefur komið fram að ekki í alveg öllum tilfellum hefur rétt staðið að framkvæmdum. Og við viljum að sjálfsögðu bæta okkur því að gera þetta hárrétt en við erum bara að læra þetta. Og ég veit það að það er alveg skilningur í samfélaginu til þess. Við langar líka að lokum að þakka foreldrafélaginu fyrir skeiðlega góða hjálp við það að aðstoða okkur við það að koma þessum framkvæmdum og þessum úttektum á. Betur sjá auga og ég held að öll saman, ef við stöndum saman það að gera skólan okkar og byggingu okkar í lagi, þá munum okkur farnast vel í því. Takk fyrir fundinn. Nú er þetta spurning þriðja á síðasta skipti. Er einhver að brenna inni með spurningu ef hún gat ekki komið að? Fyrir Erst þú að beða orði, Linda? Nei, Þú ert að tegja þig. Flott, takk. Að svo mæltu þá ætla ég að slíta þessu fundi og þakka ykkur fyrir góða fundahegðun. Takk fyrir.